Jæja, komið sæl gott fólk og verið velkomin í Hlaðvarpi sögu skoðun. Ég heiti Andri Jónsson. Já, ég heiti Ólafur Hersir Arnaldsson. Blessaður. Blessaður Ólafur. Herðu, við erum mættir hingað aftur í Hlaðvarpi sögu skoðun og það sérstakur jólaþáttur hjá okkur í dag, Ólafur. Það að nálgast jólin. Og svona í tilefni af því þá ákváðum við að koma hér örsnögt saman á Þorláksmessu til að ræða eins jólatengd efni. Hvernig ertu stemdur fyrir jólunum, Ólafur? Ég gífurlegt jólabarn. Það eiginlega ekki hægt að ýkja hversu mikið jólabarn ég sé. Þannig að ég búin að setja upp mörg þúsund ljós hérna á húsið og tré í garðinum og það stjörnur í gluggum og 2 jólatré og það búið þarna sækja hinn á þennan mat og það búið að setja upp mataplan og það búið að skipuleggja það og þannig að ég mikið jólabarn, þannig að ég mjög spenntur fyrir jólunum. Ég hef nú alveg séð meira jólaskraut þarna hjá þér heldur en núna. Já. Þú ert kannski ekki með það í stúdíónu? Nei, hérna ég með minnst skreytt. Ég með eina seríu í glugganum og stjörnu og svo ég með svona loftskreytt. Já. En ég ætti nú að taka snappa og svo senda á því. Jú, ég sá það. Já. En ég man á gamla staðnum sem var bjóstu þá varstu alltaf með ykkur hillu í bakgrunni. Já. Það sem var alveg rosa mikið. Já. Eitthvað alveg Merry Christmas út allt. Já, og stýtti út allt, ég veit ekki hvað og hvað. Já, gaman að þessu. Það gaman að þessu. En við Hlaðvarpi sögu skoðun, við vorum nú ekki langt síðan við komum saman síðast, við vorum hér að ræða konungsríki í Jerúsalem og við vorum að ræða krossferðirnar. Sá þáttur kom nú út bara núna fyrir nokkrum dögum síðan. Og það nú svona, við höfum nú yfirleitt komið með þetta hérna á 2 vegna fresti við ákvaðum nú að gera smá breyting og því að koma með einn jólaþátt núna svona í tilefni jólana og í þættinum í dag það sem við ætlum að gera einn í þessum jólaþætti núna árið 2025 að við ætlum að fókusera þess á Þorláksmessu sem einmitt dagurinn sem dagurinn í dag fyrir þig kæri hlustandi en það reyndar ekki komin Þorláksmessa hérna hjá okkur en þessi þáttur fer í loftið á Þorláksmessu. Þannig að við getum látið þessu sé Þorláksmessa í dag. Já, það mitt. Og ætlum að tala Þorláksmessu, ætlum að tala Þorlákshelga, sem Þorláksmessa heitir eftir. Og það var svolítið svona það sem við ætlum að ganga út frá. Já. Hvað finnst þér, Ólafur, Þorláksmessu? Ég alveg uppið það, móðir mín segja alltaf skötu á Þorláksmessu. Já, þú deitnað þeim. Og mér fannst það agalegt alltaf þegar ég var lítill en svo hægt og rólega vandist það og eftir ég flyttið til Noregs þá saknaði ég núna að finna lyktina á skötinu og mér skatt það mjög góð og var gaman að borða á skötu á Þorláksmessu. En það sem ég ætla að reyna að gera, ég ætla að vera með rakfisk. Það getum ekki kallað svona kæstur lax. Já, ok. Ég ætla að vera með það á Þorláksmessu og svo svona búknafisk sem svona hálfgerður aðeins svona ígildi kannski síinsfisks. Já. Þannig að ég að reyna að ná mér í einhvern úldin fisk eins og ég segi við dóttur mína. Já, það alveg hægt að fá skötu í Noregi, sko. Aha. Já. Aha. Ég var nú ég var í skötuveislu rúna í nóvember, sko. Nú? Með Íslendingum. Hvað komst í þetta? Það Íslendingar sem þá að gera þetta úti? Já, það alveg til, sko. Allavega í Noregi og alveg pottit í Danmörku líka sem ekki Íslendingum í þessum löndum sko. Já, en samt spurning hversu mikið er það hérna norðurkvelli eða hérna norður heimskauti hjá mér, ég veit ekki. Getur alltaf líka fengið þetta sent í póstinum sko. Aha. Já, drengur minn. Herru, þú ert að segja mig fréttir maður. Þú ert endilega komið þau sambandi eitthvað sem ekki skötu. Eða þá til þess að þú ert að koma frá Íslandi skilur, getur þú kipt skötun og tekið hana með. Ég hef alveg gert það. Ég hef alveg einmitt farið til fisksala og látið vakjumpakka og þannig, ég hef gert það. Já. Og reynda fóreldrar að ljóta einmitt senda skötu eitt skipti með pósturum og þegar það var komið hérna til Noregs að það var hringt í pappa og
og sagt að pakki bara því mjög ónýttu eða henda þessu og hann sagði nei, alls ekki henda þessu og þannig ég kem að sækja þetta en lyktin var svo agaleg að pósturinn keyrði þessi heim að dýrum og kastaði þessu frá sér þar þannig að hún var svo bara ekstra kæst einmitt. Ég laði nú ekki í það núna að fá þetta norður eftir hann En þetta er auðvitað skemmtilegu síð með skuttuna Þeir normenn kom alltaf á fjöllum þegar ég nefni þetta þeir veit ekkert hvað skatt það Nei Þeir normenn borða ekki skötu Ég ætla að tala um fisktegundina sjálfa bara Já, já þú veist, þegar ég er að tala um það þú veist að Þóri Lúksmessu að borða út skötu útskýra hvernig skóra fiskur það er þá koma þeir alveg á fjöllum Já, ok Ég er alveg ekki hitt normenn sem veit hvað skatt það er Hvað skata er þá þekkir þú ekkert svo rosalega vel lesna normenn Nei, hefur þú hitt fólk sem veit ekki hvað skatt er ég þarf alltaf að útskýra þú veist eins og með Steve Irwin þú veist svona stingray, þú veist þannig fiskur, þú veist það er skatta það er svona, ok, þá hringir einhverjum bjöllum en þegar ég er að tala um, þú veist, skatta nei, menn veit ekki hvað það er Nei, það er kannski ekki svo mikið í etið í Noregi, kannski, ég veit það ekki Nei En þetta er áhugaverður siður auðvitað og ég sko þetta var ekki á mínu heimili þrátt fyrir að sko allt móðufólki mitt er að vestan en ég byrjaði að fá mér oft skötu svona á fullorðinsárum og ég held að sé alveg rétt sem menn segja þetta með þessa skötu sko að þetta snýst auðvitað hefðir sko og þess að þú ert nákvæmlega sem þú ert að lýsa skilur að þú veist þér finnst þetta kósi af því þetta var alltaf í þetta bardómnum og þetta eru svo sterk sko, lyktin er auðvitað svo sterk svona minning góða minningar og þannig að ef maður einhvern veginn hefur þetta ekki úr uppvextinum þá er auðvitað að koma sér í niða held ég en mér finnst hún þessi skatta sem ég borðaði núna í nóvember hún var alveg góð og ekkert út af hana að setja sko þessi siður er sko þetta var víst þannig sko að af því að á jóla, af því það voru með jólaföstu á aðvendunni þá eru menn kannski að halda svolítið aftur að sér í gamla daga og þá var svona hefð fyrir því skilur að menn væri að borða sko kannski, menn voru að spara sig og svo síðast þetta 2003 og síðast í dagunum fyrir jól að þá er kannski eftirvæntingin eftir að byrja að borða góðamatinn sérstaklega mikil og að tala um það sko að það er svo fyrir vestan ég á Breiðafirði og Vestfirðum og svona þar var skata hversdagsmatur á veturna því það var þá sem hún veittist mikið og þannig að þá voru menn búnir að vera að borða skötu allan veturinn og síðan að borða kæstuskötuna sko á Þorláksmessu þá varst í rauninni að borða sko kannski verstu skötuna þetta er rauninni, þú veist að borða ómerkilegasta matinn af því að þú vilt síðan borða síðan besta matinn daginn eftir það hefur verið talað um að þetta sé kannski upp að þú síðan auðvitað festist þetta og verður að svona hefð sko hins vegar það sem er náttúrulega mjög algengt auðvitað var hefð á öllu Íslandi auðvitað það var hangikjöti og það er auðvitað eitthvað sem ég tengi alltaf við Þorláksmessu það er auðvitað, þá kemur hangiilmurinn inn í húsið sko og þá mega jólinn koma fyrir mér sko en þú kannast náttúrulega ekki við það því þú varst með skötuna Jó, við varum alltaf skötuna svo ég var við borðum venjulega kalt hangikjöt alltaf á jóladag já og ég man ekki hvort að mamma hafa kannski soðið hangikjöti þá ég meti kannski upp úr skötunni ég man ekki hvernig það var ég gerum nú ráð fyrir því að því sé náttúrulega upptekið náttúrulega með allan með hamborgarhyggin og allt það aðfangadegi og náttúrulega er þetta margir náttúrulega að gera það síðan að sjóða hangikjöti með upp úr eftir að maður búið sjóða skötunum líka til að losna við lyktina Sko hann segir hérna í bókinni Saga jólana það er hann Árni Björnsson skrifaði held ég líka sögur dagana og hann segir einmitt skötuna sko, sko þekktast er þetta Þorláksmessu auðvitað skata sem áður fyrir mun hvergi hafa verið þótt neitt lostæti á haustin veiðist skatan aðalega við Breiðafjörð og á Vestfjörðum en haustvertíðinni lauk einmitt á Þorláksmessu á þeim slóðum höfðu menn því fengið meiri næju sína af henni þegar koma jólum og ekki nema eðlilegt að skata væri upphaflega hugsuð sem andstæða við jólakræsingarnar sem ég var að segja aðan sko en síðan kemur hérna sko einmitt að sko fólk var mikið að náttúrulega sjóða hangikjöti alltaf á
Þorláksmessu og þá fengum við kannski að smakka bita af hangikjötinu því þetta náttúrulega síðasti dagurinn á föstunni og þann kemur kannski svona þessi hefð sko með að smakka svona flís af hangikjöti eða drekka soða hangikjöti eða eitthvað á Þorláksmessu sko sem að margir kannast örugglega við ég veit allan, ég kannast vel við það og svo kemur hérna í bókinni sko þá segir hann hérna á einum stað sko hérna svo fór það með tímanum og fólk lærði að gera sér gott á skötunni og sumum fóru þykja hún ómissandi þáttur í jólahaldinu. Vestfirðingar bjuggu til stöppu úr kestri skötu og mörfloti. Hún var síðan sneidd niður og stundu var reykt bringukolli eða fuglsbringukfolt yfir stöppudiskin. Mörgum þótti lyktin af skötustöppunni fyrsta ákennilega merkið þess að jóli væri nálgast. Utan Vestfjarða var skatan sumstaðar elduð í hangikjötssoðinu eða stöppuð sama við hangiflot. Áhugavert. Þetta var einmitt þetta, fólk var ofta að borða líka léttan fisk eða þessi hefð að vera með fisk á Þorláksmessu því að það þessi síðasti dagur sko og þá einmitt þetta með sko nefnir hérna í bókinni sko að fiskmetur meðal annars nefnir megringar sem var magur, harðfiskur, soðinn, steinbítsroð, hákarl eða vel úldin ísa til bragðbætis var þetta þá stundum hita upp í hangikjötssoðinu vel úldin ísa hitið upp í hangikjötssoði hljómar ekki vel sér, já, það hljómar vel stöppu saman við steinbítsroð hugsa sér maður jú, það var ég til það sem höfðu en ég verður auðvitað að viðkjörða það að þarna sögu jólan á Íslandi þekki ég ekki nógu vel Við ætlum að tala fyrst og fremst Þorlák Helga en ég var að kynna mér svolítið sögu jólana almennt af því líka því nú erum við að tala hefðir Einmitt. Og það er svo áhugavert með hefðir að oft ímynda maður sé að hefðirnar séu svo æva fornar, þetta sé svo gamalt eins og til dæmis með jólin maður ímynda sér að kristni menn hafa alltaf haldið jól og mér datt þetta líka í huga því það er rakst á daginn, það verið að búa til bíómyndi þetta sem kalla held ég bara Year Zero eða eitthvað þannig og það að fjalla fæðingu Er það ekki eitthvað grínmynd eða? Er það? Er ekki eitthvað grínmynd með Jack Black? Það geti verið Jó, 2009 Year One Jack Black og Michael Cera Nei, það er önnur mynd, ég ekki það þetta er ég veit hvað myndir þú að tala Nei, það er allt annað Það er allt annað Já, en allavega því náttúrulega fyrsta leið náttúrulega ekki árið 0 ekki til því menn Indverjar voru ekki búin að finna upp á því eða það var allavega ekki komið til okkar Nei En allavega að það sem er sérstaklega ástu við þetta að jólunum var ekkert fagnað til þess að byrja með og kristnimenn byrjuðu ekki að halda jól fyrir en kannski 250 árum eftir Krists burð og að almennt væri við jólunum fagnað það er jafnvel svo seint sko að við erum að tala rétt fyrir 400 til dæmis í austurhluta Miðjarðarhafs þannig að sko jólin voru engin kristin hátíð til þess að byrja með og ennfremur tók það langan tíma að gera jólin hægt og róli að kristin hátíð og ennfremur jólin eins og við sjáum jólinni fyrir okkur í dag sem svona þess að barna- og fjölskylduhátíð það er gjörsamlega nútíma fyrirbrigði það er ekki nema 150-200 ára gamalt fyrirbrigði Já þess vegna svo áhugavert líka eins og með Þorláksmessu að halda upp á hana 23. desember í kjölfara og til dæmis á dauða Þorláks Helga eftir að tekið dýrlingatölu og allt þetta og gegnum miðaldir þá er það náttúrulega alls ekki þessi sko mikla jólahátíð sem við sjáum fyrir okkur í dag eða ég get alveg ekki ímyndið með það því að jólin á miðöldum voru ekki svona hátíð Nei Því það er bara svo áhugavert líka sko að jólin náttúrulega að því auðvitað menn hafa haldið upp á jóli einhverju mynd í sko öróalda hvort það hafa verið blót á norðurhveljarðar eða Saturnalíu í Rómaborg en það var bara dundrandi fyllir og svallveisla Já en það talaði auðvitað þetta sem ljósaháttíðina sko af því þetta er auðvitað náttúrulega vetrarsolstöður eru 21. des auðvitað og það hefur verið talað það í tengslu við þessi heiðnujól sem við einmitt ræddum aðeins hérna í fyrsta jólaþættinum okkar Já tölum við að þessum heiðinjól
þannig að menn hafa áhuga á því að mæli með að hlusta á það og svo var reyndar annað í tengslu við þetta sem ég komst að hérna í fyrra dag, það var svona jólakviss í vinnunni þá var ég spurt þessa helvíti Saturn sem að þú varst að segja núna alveg bara að það var engin í mínu liði sem vissi það sko Nei. Fyrir hennar jólana sko, það er þessi Saturnus hátíð Saturnalia, já. Og Kalends en hérna þar var ég að tala sko þeir vorum að segja þarna, akkur höldum við hérna á Norðurlöndum upp á aðfangadagskvöld sko 24. desember en ekki 25. eins og við gera á öðrum svæðum sko já. Og þá var það víst vegna þess að sko í germanska og norræna siðnum að þar miðu menn við það sko að dagurinn byrjar þegar myrkrið skellir á þannig að dagurinn sko 25. desember byrjar klukkan 18:00 cirka þegar myrkrið skellur á já. En ekki klukkan 00:00 eins og við gerum í dag Já, það ekki hjá gyðingum? Ég veit ekki að því ég hef ekki eitt að sé hjá germurum, það getur verið að germurum hafa miðað það líka, en gyðingar allar miðað við að dagurinn einmitt byrjar að kvöldi Já, en það auðvitað ekkert svo universal sko, því að það er alltaf mismunandi eftir hvar það ert í heiminum auðvitað. Já, algjörlega, en til þess að sjá okkur, það er það út af fyrst og fremst siðaskiptunum. Já. Af því að siðaskiptin auðvitað Lúther og siðaskiptumenn voru svo upptekinir af gyðingdómi og að líta á frumtakstan og líta á og finna sko rætur kristindómsins, að slá út þessa gömlu miðaldakirkju með til dæmis stýrlingan og allt þetta og þá allir með sluti af því þá er með að dagurinn byrjar að kvöldi eins og gyðingar gera Já, og þess vegna verður aðfangadagur þá þessi stóri dagur, þá byrjar jólin 2015 og meðan að kátólska kirkjan gerir það ekki Einmitt. Þetta er áhugavert og það er mjög áhugavert og þá sér maður einmitt þarna líka hvernig hefðir breytast, þannig til dæmis á tímum miðalda þá auðvitað og Þorláksmessa 2003, þá alltaf 2004 síðan dagurinn eftir engin sérstakur hátíðisdagur Einmitt. og það er spurning hvenær aðfangadagur var svona stór á Íslandi ef ég ætti að skjóta myndi ég halda að það hefði verið eitthvað tímann í kjölfar síðaskiptana en svo náttúrulega líka það sem er líka mikilvægt að hafa í huga, náttúrulega líka svo nefnir þetta með vetrasólstöður að auðvitað þessi hátíð og jólina voru svona stór urðu það auðvitað fyrst og fremst vegna þess að við búum á norðurhveljarðar þar sem að dagurinn er svo stuttur og til þess ég nefndi það hvað tók langa tíma að byrja að halda upp á jólinni við austurhluta Miðjarðarhafs jólin í Egyptalandi eða sett vetrasólstöður í Egyptalandi er náttúrulega engan vegi jafn stór hátíð vegna þess að Egyptaland er aðeins norðan við miðbaug en þú veist það er ekki rosalega mikill munur á dögunum Nei. En fremur er náttúrulega allt annar hvað var að segja hringrás í tengslu við náttúrulega Níl og uppskeruna í kringum það á meðan að hjá okkur auðvitað þessi sko æva forna hátíð þetta tengt því að þú ert búin að vinna allt sumarið, þú ert búin að taka inn allt kornið og allt þetta, þú veist auðvitað ekki á Íslandi, það var einhver kornir ekki á Íslandi en ef hugsa meira í Þýskalandi eða svona í Noregi, þá ert búin líka að slátra dýrunum og ennfremur þá ertu náttúrulega með fullt af fersku kjöti og þú veit að saltar og reykir og undirbýr hvað þú getur en þú getur ekki kannski undirbúið allt kjötið og þá náttúrulega ertu líka með fullt af kjöti sem þarf að borða og þess er náttúrulega svo náttúrulega að það verði til þessi rísa stóra hátíð í tengslu við 21. annan, þriðja þetta er náttúrulega alltaf breyst aðeins vegna þess að eins og við talaðum náttúrulega líka þegar við talum hólósenið og ártölin og dagatöl og allt þetta náttúrulega árið náttúrulega er ekki 365 dagar það er 365 dagar og eitthvað þannig að svona færist þetta alltaf til en það sem ég finnst svo sérstaklega áhugavert við þetta er þá þetta náttúrulega sem sko kirkjan náttúrulega hefur alltaf rosalega flink og góð í því að taka eitthvað gamalt eða taka eitthvað úr öðrum trúabröðum og menn hafa hugsað bara svona ógeistar okkar, þetta er alveg glatað en gerum þetta aðeins léttara fyrir fólk og við skulum ekki eyðileggja hofið hérna en við eyðileggjum stytturnar en hofið við gerum það bara kirkju svo haldið áfram að biðja á sama stað
en nú ætlum ég að hætta að biðja til Þórs og nú biðja ég til Jesú og það eins og svona allar hátíðir eins og jólinu enda við hefum náttúrulega getað eitt mörgum þáttum að tala það hvað tók kirkjuna langan tíma að gera jólin sem í að kristinni hátíð og svo alveg stórt spurningamerki við það hversu kristin hátíðin séð og hversu vel það hefur tekist þessu jólin í dag. En það samt auðvitað þannig líka að ef fólk var vandi að gera eitthvað fyrir skilur og svo nýr siður og alveg vera fullkomlega eðlilegt að menn aðalagi sig sko og eins og við myndum eins og nú hefur við verið að fara yfir í meira og meira svona afhelgað samfélag sem þú kallar það eða svona sekular skilur samfélag og að þú getur ímyndað kannski samfélag sem væri kannski algjörlega að segja trúlaust eða sem jafnvel kirkjan væri bönnuð eða eitthvað jafnvel skilur bara ímyndað það og þá myndi maður samt sko örgulega gera sér dagamun á þessum árstíma að því að við erum vönni og það í menningun okkar og líka á páskunum skilur við myndum kannski kalla það eitthvað annað við myndum móta það að nýjum raunveruleika sko algjörlega eins og bara í kommunistaríkjunum gerðum með það algjörlega og þá náttúrulega svo áhvert að sjá þetta líka náttúrulega samspilu þetta náttúru og menningar nákvæmlega enda náttúrulega á norðurhveli jarðar þá náttúrulega alltaf skynsamlegt að einmitt gera sér dagamun þegar dagurinn styrstur og mest myrkur og svo náttúrulega enda það þannig náttúrulega líka menn náttúrulega hafa ekki hugmyndu hvenær Jesú var fæddur og það voru mismunandi þetta tölum það líka í jólaþættinum en það má alveg nefna það aftur núna að náttúrulega voru mismunandi hugmyndur það og þannig sé ákveðna tilvíðanir sem standa bak við það síðan að það var ákveðið að fagna 25. desember einmitt og þá náttúrulega líka þetta sem þetta kristna þessar hátíðir einmitt en ef við tölum þessum Þorláksmessu 23. desember skemmtluð dagur svo við sögum áðan síðast dagurinn í jólaföstunni þessi jólafasta það eitthvað sem við tengjum við kaþólskan sið meira og það hangir náttúrulega líka saman páskana og það alltaf vissmöndi hugmyndir bara í mjög stuttu máli að tali að Jesú hefði látist, hvað var það ekki 25. mars og þá reikna menn þá fram eða aftur og bak 9 mánuði þá var hann kannski fæddur 25. desember það var hugmyndin og að því að fyrir dauðans eða fyrir páskana þá alltaf með föstuna og þá alveg rökrétt að og fyrir þá fæðingunni þá gerir verður líka með föstu í aðvendunni og þannig kemur upp svo föstu tíð líka náttúrulega áður fyrir hélt fólk mikið meir upp á aðvendun og skreitti fyrir aðvendu og slíkt en svo náttúrulega hefa bara jólinu alltaf orðið bara stærri og stærri og tekið yfir aðvenduna og ég ætlum að skreitti ekki til aðvendu ég skreitti náttúrulega bara til jóla leið skreittir ekki til aðvendu nei þannig að ég ekki meira fullt af fjólublá skrauti eða fjólublá dúka eða fjólublá kerti eða eitthvað stíkt það meira en það af því ég hef hitt fólk sem eldra fólk eða gaman fólk sem skreitir til aðvendu fyrst en til dæmis aðvendukransir eru þetta hluti af því Jú, þetta með að vera með fjólubláan lit í aðvenduskreitingum það hef ég ekki hýrt það þarna kirkjuliturinn og litur aðvendunar En já, þannig að þá þetta svona með síðast í daginn föstunni og þetta líka kannski var bæði gamla dag og ekki sístu í nútímanum þetta svona síðast í dagurinn sko líka það sem að þú klára að taka til og klára að gera allar jólagjafirnar og klára allt þetta er náttúrulega Þorláksmessa í nútímanum ekki stundum talað að sé bara eitt stærsti verslunardagur ársins þú veist, einn af þeim allavega og mikið stress það er mörgum mikið að fólki að ferðast og svo náttúrulega vera krakkarnir alveg trítilóð en það var dagurinn kallaður líka hlakkandi í kalla það hlakkandi í dag og en mér finnst þetta oft út af þessu þá er þetta líka svona skemmtilegu dagur og svona maður finnur að svona það alltaf verið tilbúið ég getum samt alveg sagt að ég sjálfur eftir að ég byrjaði að búa það hefur aldrei verið þetta jólastress á Þorláksmessu sem margir hafa Nei, ég hef aldrei upplifað það ég alltaf löngu búin að þessu ég byrjaði nú að fyrsta sem ég fyrstu gjáðar keypti í janúar á útsölu og fyrsta jólaskrautið en annars byrjaði svona í september
Þú ert líka svo mikill normaður. Já, ég er orðinn svo rosalega norskur. Ég er búin að skipuleika til þess mitt líf núna svona gróflega fram til sumars 2027. Stutið og sjö? Já. Það er, hverjar eru ferðir og hvað er að fara að gera í vinnunni og sumarfrí og svona, grófplanið er. Það er svolítið vel í legt, sko. Það er langt frem í tíman. Já. Hérna, Þorláksmessa, þær voru 2. Það var Þorláksmessa að vetri og Þorláksmessa að sumri og þetta tengist Þorláki Helga sem er áhugaverður karakter í sögu Íslands og þetta heitir eftir honum. Þorlákur Þórhallsson Skálholtsbiskup á 12. öld. Jöp, fæddur 1133. Dáinn 1193. Já, 23. desember. Já, og Þorláksmessa er dánardagur Þorláks Helga. Og þarna er líka, við erum bara skjótt tegin, þetta er alveg áhvert að maður getur alveg búið þetta saman líka við Jesú, því dánardagurinn skipti öllu máli og dánardagurinn skipti öllu máli fyrir dýrlingana alveg fyrstu árhundri, þannig að það er ekki tilvílun hérna allir ok, nú er ég Wikipedia frá mig og það er gefið upp einmitt fæddur 1133, ekkert gefið upp hvenar, vegna þess að það er örugglega ekkert vitað, menn við veit ekkert örugglega hvaða dagsetningu það fæddist, það skipti ekki máli, en að hann hafi látist 23. desember, það er alveg að reynu að þetta dánadagurinn oft liggur hann fyrir. Við skiptir þetta líka máli, þetta var hann biskup og dýrlingur og allt annað, en menn passa upp á það. En þetta er náttúrulega alveg lýsandi fyrir hérna söguna. Við vitum mjög oft hvernig menn létust, en fæðingadagurinn, það er eitthvað annað. Það segir sér nú líka pínu sjálft ef þú spáir í því sko að sko þegar eitthvað fæðist þá er hann ekkert merkilegu maður. Nei. En þegar hann deyr þá er hann alltaf búin að gera ýmislegt yfir ævina sem kannski gera hann merkilegan og þá tekur fólk eftir því sagnarittir að þið skrifa það. Já, en þessi fórnöldinni það voru bara svona drullusokkar eins og Nero og þannig sem heldur þessi upp á afmælisdaginn. Já það var ekkert eitthvað almennt. En Þorlákur, hann var gerður að dýrlingi nokkrum árum eftir hann dó. Það var gert árið 1198. Þá var hann útnefndur heilagur maður og við þurfum að tala þetta betur en það er sem sagt í tengslu við það sko sem að 23. desember verður þá að Þorláksmessu, það sem er þá þessi messudagur í Karlskirkjunni og svona hálfgerður hátíðsdagur. Nú síðan árið 1237 þann 20. júlí að þá eru beinin hans tekin úr jörðu og lögð í skrín og þetta var það svona dýrgrip í Skálholtskirkju, skrínið með beinunum. Hvort það voru sko gimsteinar og silfur og eitthvað í þessu, þetta var alveg svakalegt. Þetta var eitthvað svakalegt dæmi. Rosa skrín. Maður spyr sig hvar fenguðu gimsteina sko. Já, en Skálholt virðist hafa verið svona rosalega auðugt biskupsdæmi á miðöldum. Einmitt. Áhugavert. Algjörlega. Og eins eins og við talum það að Skálholtskirkja hafa verið eitthvað með stærstu kirkjum á Norðurlöndum. Já. Á sínum tíma og meðal annars átti Skálholt skóa þá til dæmis í Noregi. Sóttu timbrið þaðan að hluta til. Einmitt, já. En þannig að þetta var þá sem sagt gert 20. júlí 1237 og þá var sá dagur tilnefndur sem Þorláksmessa að sumri. Þannig að frá með þeim tíma þá hefur maður haft þessa 2 daga, 23. desember og 20. júlí sem að voru Þorláksmessur og 20. júlí sko Þorláksmessa 20. júlí sko á sumri hún var á miðöldum náttúrulega svona stærri hátíð þá sem sagt varð sú hátíð í kaþólska siðnum að þá sem sagt fóru þeir með skrínið út og gengu með það og svona og fólk flokkaði stað til þess að taka þátt í þessu hefur verið jafnvel líkt við sem svona hálfgerðan þjóðhátíðardag á miðöldum. Já. En þetta er náttúrulega 20. júlí mjög heppilegu dagur fyrir það sko. Þannig að það kom þessar 2 Þorláksmessur og síðan þetta var kirkjan með þarna einhverjar seremóníur í kringum þetta líka, var það ekki? Jú. Messur í kringum þetta og slikt. Nei, hann alltaf... Þessi sumardagur, hann hefur alveg dottið út. Já. Það er þetta einmér eftir árum í að Skálholt er ju með eitthvað hátíð þetta 20. júlí. Já.
en ég gerum ekki grein fyrir hversu stór svo hátíð en Það heitir held ég bara Skálholtshátíð. já, Ég sé þetta núna, ég var að googla það. Skálholtshátíð er árlega haldin 18. til 20. núna er þetta, að sé þetta á netinu, já, 18. til 20. júli helgina sko. já, ekki sunnudagur sem næst 20. Já, líklegast, já. Það hefur verið haldið upp á það síðan 1949. Já, en náttúrulega það sem mikilvægt að hafa í huga náttúrulega að Skálholt á sínum tíma var auðvitað stærsta þéttbýli á Íslandi Já. og Skálholtskirkja auðvitað, hvað maður segja, náttúrulega menningarmiðstöð og kannski svona ákveðin þungameið í íslensku samfélagi, sérstaklega á miðöldum. Já. Og þetta auðvitað fjaraði síðan allt út svona á árnýjöld. Já. Og þessu náttúrulega Skálholt í dag og náttúrulega bara skuggi af því sem Skálholt var áður fyrr og sérstaklega náttúrulega eftir að skólinn og biskupssetrið var fluttuð til Reykjavíkur. Já, já. Það sem var svolítið áhugavert. Ég var að lesa þetta eins og við náttúrulega gaman auðvitað að hjásögu en ég var svona veltaði fyrir mér ef það hefði ekki fjarað svona undan Skálholti og ef Skálholt hefði byggst upp sem svona þungamiða í íslensku samfélagi og höfuðborgin í dag væri Skálholt. Já. Þú veist, vegna þess að allir byggingamassin sem eru á höfuðborgarsvæðinu, ef það væri einmitt í Skálholt og í kring því það hefði alveg getað farið allt eins þannig séð. Með Þorlákshöfn sem höfnina og allt það, því það er oft svo tilviljun að kentu þetta líka, þú veist, hvað eru byggður upp bæir og borgir og hvað ekki. Já. Þorlákshöfn einmitt, það líka heitir eftir Þorláki. Já, einmitt, það heitir líka eftir hann. En það er auðvitað áhugaverð pæling, en þú veit, hefur mjög mörg dæmi sko miðalda svona, hvað ég segja, kirkjusetur sem að hafa ekki orðið að einhverjum hjútsborgum í dag, endilega allan ekki höfuðborgum. Já. Þetta er svo bara með Noreg, það er mjög áhugavert til dæmis að Niðarós eða Þrándheimur hafa til dæmis ekki orðið höfuðborgin, það er ýmsar ástæður fyrir því en það hefði alveg þannig að geta farið þannig en það er náttúrulega líka með Túnsberg sem náttúrulega var jú, hvað maður segja, fyrsta svona borgin í Nóri og lengi vel konungssetur og slíkt en þannig sé náttúrulega tildulega lítill bær í dag. Já. Það er þetta sami í Danmörku og svona En Skálholt er mjög áhugaverð stári. Ég held að þurfum að taka sérstakann þátt Skálholt á næsta ári. Já. Tala þessum þennan merkilega stað. Og þar þetta náttúrulega, þessu tölum hérna Skálholtshátíði með 20. júli í tengslu við Þorlák. Það er Þorláksmess og sumri en síðan stöðuð með sko mikið af svona minni Þorlákshelga í Skálholti. Þar ertu með mikið af örnefnum. Já. Þorláksbrunnur, Þorlákssæti heitir það ekki? Jú. Og fleiri örnefni þarna sem að tengjast Þorláki. Helga, en það var náttúrulega setti hann auðvitað gríðarlegan svip sinn á staðinn auðvitað á miðöldum og ég tók hérna niður í bókinas Helga Þorláks hérna á sögustöðum tókum hana fyrir hérna í hlaðarpinu fyrir nokkrum árum þegar hún kom út þar sem að hann að taka fyrir marga sögustaði og meðal annars Skálholt og ég nú ekki frá því að við höfum bara jafnvel talað aðeins það í þættinum. Já, og þar fer hann vel yfir Þorlák Helga í tengslum við Skálholt og maður geta líka hafa áhugað í farið inn á YouTube og googla þetta, þar fyrirlestur Helga í Sakfræðingafélaginu held ég að það hafi verið hádegisfyrirlestur frá því fyrir nokkrum árum síðan það sem hann reyna að tala Þorlák Helga og Skálholt og sýnist að vera svona svolítið svona í meginatriðum það sem hann að tala hérna í bókinni og þar hann svolítið svona að skjóta á sko að við sko í okkar nútíma eða hvað við segja í söguskoðun sjálfstæðisbaráttunar þá þetta fjall hann Þorlákur svolítið í skuggan og það kannski líka út af því að hann var kaþólskur en kannski fyrst og fremst þetta þjóðernislega sín sem menn höfðu á söguna þetta það sem hann var svolítið settur í hlutverk sko þess sem representar erlent vald og kaþólska kirkjan
kannski fór svolítið í það hlutverk í söguskoðun sjálfstæðis baráttunnar að minna fólk á erlent vald versus innlent vald þannig að þess vegna var hann kannski svolítið óvinsæll og Helgi var svolítið að skjóta á þetta að sko Þorlákur Helgi var gríðarlega mikilvæg fígúra á miðöldum og mögulega sá maður sem hefur haft mest áhrif á íslenskt trúarlíf bara ever og hans persóna allt umlíkjandi á íslenskum kaþólskum eða í íslenskum kaþólskum miðöldum og á Skálholtið þessum höfuðstað Íslands á miðöldum þar auðvitað var ímynd Þorláks alls umlíkjandi líka og hann að benda það sko að sko Skálholt sko gæti gert aðeins meiri því að lyfta upp minningu Þorláks á staðnum og færi rök fyrir því að gera það skóna mögulega eru mikið erlendum túristum sem koma til Skálholts meðal annars út af Þorláki og svona Já og mætti gera meira úr þessu sko mitt Ég man samt alveg þegar ég verið á Skálholtið þá hefur maður alveg séð það á þessum svona upplýsingaskiltum og í svona leiðsögnum og svona sem í boði þar sko að það alveg talað hann og svona Já, það gert það kemur þetta vel fram ýmislegt sko en Helgi var þarna að færa rök fyrir því að við áttum okkur ekki alveg á því hversu mikilvægur hann fyrir sögu Íslendinga Nei, einmitt Það alltaf góða punktur að því að það sem rannsaka hverju sinni náttúrulega líka stýrist af áhuga hvers tíma eins og til dæmis bara með dýrlingasögurnar framan af og til dæmis við getum alveg sagt það að svona framan á 20. öld var náttúrulega fyrst og fremst litið á dýrlingasögurnar sem algjörðan titlingaskít og ég ekkert að taka of djúpt í árunum með að segja það því það var litið á þetta bara sem einhverjar svona flökkusögur og trúarugl sem sagnfræðingar höfðu voða lítinn áhuga á. Ertu þá að tala sögur af bara öllum dýrlingum eða bara þessum íslensku dýrlingum? Já, bara almennar svona eins og bara heilagarmannssögur, bara almennar dýrlingasögur. Veitu kannski að nefna það líka sko bara til þess að hafa sagt að Þorlákur Helgi náttúrulega verndar dýrlingur Íslendinga í kaþólsku kirkjunni. Já. Og það voru verða ekki 3 íslenskir dýrlingar. Það Þorlákur Helgi, Guðmundur góði og hver var þessi þriði? Jón Ögmundsson. Ég þekki þetta ekki. Þekkið þetta ekki, Ólafur? Nei, ég ætti nú að þekki þetta. En eru þeir dýrlingar? Já. En á hinn bóginn að þá sem sagt skal ég segja bara Þorlákur sem viðurkenndur af kaþólsku kirkjunni. Já, það einmitt það. Þess að af páfa. Já. En páfi gerði það ekki fyrir árið 1984. Já, einmitt. Skilur, svolítið seint í rassegripið. En það má svo sem auðvitað hafa það í huga að kaþólska kirkjan hugsa í árþúsundum. En það má svo sem auðvitað Já, hluti taka smá tíma. Þið sendin umsóknina á 13. öld og þau voru að fá svar núna á 20. öld. En auðvitað Ísland náttúrulega var auðvitað Lúterstríkið auðvitað sem kannski útskýrir það eitthvað. Já, það gert það. Nei, en ég get þá líka skotið inn að þegar það heilagarmannssögur að því að það heilmikið heimildu þar þetta hafa kannski sérstaklega kannski síðastlegin kannski 20-30 ár hafa sagnfræðingar verið að vinna mikið með allar þessar dýrlingasögur eða hinur þessar dýrlingasögur og ég til dæmis ára að vinna með þetta í tengslu við meistararitgerðina mína þess að segja þekki nú aðeins til þarna en þetta bara svona líka þessu við samtíman þetta eins og hvað var að segja dægurlaga tónlist okkar tíma þú getur þetta sagt til dæmis að hvað hefur að taka hver voðalega vinsælinn og Taylor Swift til dæmis þetta alveg sagt að Taylor Swift sé bara lágmenning eða ömurleg tónlist eða hefur engan áhuga á því eða hvað það en ég get alveg lofa þér eftir 200 ár, 300 ár þá hefur þetta alveg textar Taylor Swift ákveðu sögulegt gildi að vegna svona til að syngja málefni sem eru ofarlega í deglunni í okkar samtíma og þetta gefur ákveðna innsýn inn í okkar samfélagi eins og það núna í kringum 2025 Sjálfsögðu. Og það er náttúrulega eins með allar þessar dýrlingasögur sem voru vinsælustu bókmenntir síns tíma og jú, nú notaði tónlistin dæmi en tökum til dæmis það eitthvað úr
bókmenntunum, Harry Potter til dæmis, við náttúrulega erum Harry Potter kynslóðin, náttúrulega einstakt í mannkynssögunni að það hafa verið með kynslóð fólk sem ólst upp með bókum þá, skáldsögum eins og Harry Potter sem hefur auðvitað haft heilmikið áhrif á fólk og auðvitað veitir innsýn inn í okkar samfélagi eins og það var, þú veist, á 10. áratugnum og já, upp úr 2000 þegar þessar bækur voru gefnar út og séðan líka þegar eru vinsælar, hangir ekki alveg saman. En það náttúrulega þá auðvitað þessi sagnfræðingar gerðu sér auðvitað síðan grein fyrir með allar þessar dýrlingasögur að það var heilmikið efni þarna sem með mikilvægt til að skilja þessi samfélög. Einmitt. Og ekki minnst til dæmis að því við tala Þorlák Helga, hann náttúrulega til dæmis skipti gífurlega miklu máli upp á staðamálin og til dæmis eignir kirkjunar í dag. Íslenska þjóðkirkjan þriðji stærsti landeigandi Íslands á eftir ríkinu og sveitafélögum. Í dag? Já, í dag. Já. Og það auðvitað hangir til dæmis saman með miðaldasögunni og Þorláki Helga og því að auðvitað höfðingjar voru að veita kirkjunni jarðir, að gefa kirkjunni jarðir. Fólk var að heita á kirkjurnar og líka gefa jarðir til kirkjunar og klaustra og slíkt. Og staðamálin til dæmis, staðamálin fyrri og seinni eru einhver stærstu deilumál íslenskra miðaldasögu sem snerist eignarhald á þessum jörðum. Já. Sem stuttumáli endaði með því að kirkjan vann í því og þannig að kirkjan á miðöldum var stærsti landeigandi Íslands. Já, en alltaf stór hluta því sem af hverju danski kóngurinn vildi taka yfir eignir kirkjunnar og hlindu síðaskiptum og allt slíkt. Það alltaf svo gífurlegir fjármunir í umferð. En Þorlákur, hann náttúrulega tvöföld fígúra. Hann hefur tvö andlit, annars vegar auðvitað biskupinn sem þessi sögulegi maður. Já. Og síðan auðvitað sem dýrlingur. Já. Og hann náttúrulega mjög mikilvægur auðvitað sem dýrlingur út af því að hann hafði svo, hafði svo mikil áhrif á fólk eftir dauða sinn. En sko, ef við tölum aðeins hann sem biskup, hann náttúrulega kemur vel við sögu þarna í þessum staðamálum. Tölum aðeins hann sem biskup. Já, en líka fyrir það að hann tók vígslu og það hefur líka mikilvægt upp á það hvers konar biskup hann var, að hann vígðist til press 19 ára gamall. Já. Sem mjög sérstakt, því þú þurftur að vera 25 ára til að taka prestvígslu. Nú. Og það náttúrulega sýnir það náttúrulega bæði að hann hafði þá réttu tengslin, en ekki minnst að hann náttúrulega hafði þá einhverja, hann var hæfileikaríkur. En það kemur það líka fram í heimildum að hann var mjög greindur og til létt með að læra og það hangir náttúrulega saman með það líka að hann var sendur út og lærði bæði í Frakklandi og í Englandi. Hann var í París, segir mann rétt, og í... Já, var það ekki? Hvar var hann í Englandi, manstu það? Var hann í... Lincoln á Englandi var það sem hann lærði. Já, alveg rétt, Lincoln, já. París og Lincoln. Og það auðvitað varðan upplýðan auðvitað svona megin ströma á meilandinu. Já. Og það náttúrulega auðvitað voru hugmyndir upp á borði þess efnis að kirkjan auðvitað ætti að stýra sínum málum sjálf og sjálfstæði kirkjunar og þannig að þegar hann kom þá auðvitað heim þá var hann auðvitað litaður af því en það þegar að fram í sótti og þegar að á kirkjuþingi hvað var það? Laternan kirkjuþingið þar sem að því var einmitt slegið fast að kirkjan ætti auðvitað að stýra eignum sínum og nýta eignir sínar í þágu kirkjunar þá í messuhald og ölmusu og slíkt. Já. Og þá náttúrulega voru þetta mikla deilur á miðöldum þetta og þetta auðvitað bakgrunnum fyrir síðan þeim á staðamálin og hann sem biskupi auðvitað gekk síðan hart fram og barðist fyrir því að kirkjan ætti að fá eignarhald á eignum sínum og þá getur menn kannski ímyndað sér að ok, ef kirkjan átti þetta það ekki augljóst en það nefnilega það sem svo áhugavert svona gott dæmi það sem svo áhugavert í sögunni að orð skipta merkingu og að nota eins og við oft talaði þú veist, Íslandi árið 1000 eitthvað allt annað fyrirbrigði en Íslandi í dag. Það gildi líka grundvallaratriði eins og gjöf. Gjöf ekkert bara gjöf og til dæmis að þegar Þorlákur tók biskupsvígslu þá hélt hann til Noregs og þar skiptist hann á gjöfum
og það kemur fram í sögu hans og það bara vegna þess að þannig að þú þurftir alltaf að gjalda gjöf með gjöf og þetta að þú gast gefið eitthvað og það var engin gjöf sem þurfti að koma í staðinn, það var óþekkt í þessum heimi gjöf var alltaf skuld. Já. You haven't given me a gift, you've given me an obligation. Já, nákvæmlega, þannig að þegar til dæmis, það ekki tilvíðun til dæmis á Skálholt og þegar að ekki Gissur Ísleifsson sem gefur Skálholt til kirkjunar innan Gæsalappa og stofnar kirkju en þá alltaf ekki gjöf í þeim skilningi að þá það farið úr höndum hans þetta þvert á móti, hann stýrði þess að þá átti þetta og höfðingjarnir þeir auðvitað gáfu kirkjunni eða gáfu eigri til kirkjunar og heldu áfram að stýra kirkjunni og jörðunum og þá getur maður spurt sig ok, en af hverju voru þeir þá að gera þetta? Jú, skattlagningin vegna þess að fyrstu skattalög Íslands eru þetta 10. Þannig að til þess að gera bönnum það eðlilegt að borga skatta sem alltaf var mjög óeðlilegt á þessum tíma og að þá gátu menn svona kynnt skattana hægt á róli gegnum 10. og höfðingjarnir höfðu þá ítök og áttu þá hluta af 10. sem þeir gátu þá nýtt það allir svo hægt og rólega þannig allir með það að við séum að borga eins háa skatta við gerum í dag þú veist auðvitað þá 1000 ára sögu þú veist það byrja með 10. og svo hægt og rólega að vera að venja menn við að borga skatta eins og tekjuskatturinn bara 100 ára gamalt fyrirbrigði en allavega og þetta snéru staðamálun þá að höfðingjar voru búin að gefa þessar eignir en þeir héldu áfram að stýra þeim og notuðu þá líka í sitt veraldlega brölt þess vegna til þess að því við nefndu Guðmund góða þess vegna voru höfðingjar alltaf brjálaður til Guðmund góða af því hann var að nýta eignir kirkjunar og jarðirnar og allt þetta í fátækraaðstoð og ölmusu og var alltaf að gefa fátæklingunum og öllu þessu fólki og höfðingjarnir vildu það alls ekki þeir vildu nota þessa peninga til að kaupa sér vín og flott föt og berjast og eitthvað svona kjaftaði og þess vegna var alltaf verið að hrekja hann frá hólum og þetta bara svo mikilvægt líka að gera sér grein fyrir veist, þetta gjafahugtak sem við búum við í dag það afleiðing þess að kirkjan búin að tala það í mörg þúsund ár herðu, þú getur gefið þetta og þá það úr höndunum aður og núna það okkar og Þorlákur til dæmis var mjög rausnarlegur og laðið að sér mikið af fátæku fólki og þetta hluti af því af hverju hann fær sér ná sig þetta orð að hann sé sérstaklega heilagur maður og ennfremur var hann ekki bara það því nú erum líka að tala þennan veraldlega biskup hann var mjög hagsýnn og helst vel á fé þannig að hann var góður skipleggjandi þannig að til dæmis að þar sem hann var prestur og þar jarðir sem hann fekk og stýrði bæði þá náttúrulega áður var biskup og svo náttúrulega sérstaklega sem biskup hann stýrði þessu öllum mjög vel og var góður búmaður þannig að hann var þú veist, vel efnaður þannig séð en auðvitað var hann munkur þannig að hann átti þetta ekki persónulega hann var Ágústínusar munkur eða kanúki sem maður kallar það og lifði alltaf meinlætalifnaði og það náttúrulega var þá hluti af því þetta líka af hverju hann fær þetta góða orðspor á sig og svo náttúrulega var hann mjög frómur en það fannst mér líka áhugavert ég las hérna aðeins bara inn á Wikipedia ég náði ekki að kynna mér það betur en þá var haft orðað við að hann hafi sungið óbúslega mikið og sungið alltaf bænir alveg frá mótni og til kvölds og það var í svona skotið inn hvort að það geti verið vegna þess að hann hafi stamað það vist einhver svona vísanir í það eða svona í að því hjálpar það við því? Já, því það ef þú stamar þá getur oft komist framhjáðið með því að syngja að stamið hefur ekki áhrif á söng sem áhugavert ég ætla að vinna með presti sem stamaði alveg rosalega þannig að hann messaði allt sem var mögulega gætt messað þannig komst hann í gegnum hann var þetta lettara fyrir hann voru fleiri eða færri sem hann sóttu messunar í honum? Það voru færri því við þér ok það er önnus en allavega Þorlákur auðvitað líka því að eins og þetta með sko að hann í þessum staðamálum og svona berjast fyrir eignarétti og kirkjunur og fær svolítið á þessi stimpil sem svona talsmaður kirkjuvaldstefnunar á Íslandi líka sem auðvitað svona stefna Rómarkirkjunar að efla vald sitt gagnvart veraldlegum
veraldlegu valdi sem í gangi þarna á hámiðöldum. Og þá sjáum við líka að við ætlum að lesa þetta út frá sjálfstæðisbaráttunni. Já. Þá þetta auðvitað erlent vald sem að berja niður innlent höfðingjavald. Já. Og getum auðvitað túlka það þá neikvætt ef maður vill það, en ég myndi segja að það sé of mikil einföldun, þú veist, þarna þurfum ekki að fara í þaulun á þeim sálmum, en þú veist, en það alveg skilinast, þú veist, það er svolítið þannig að menn hafi litið á það. Það hefur alveg verið hrakið, sko. Já, algjörlega, en ekki hrakið, þetta bara sýn, bara hvernig þú horfir á hlutina. Einmitt, og það er mikilvægt að hafa það í huga, þú veist, þetta okkur ein sýn, en þetta er náttúrulega ekkert eina sýnin og þverti móti og til dæmis sýn sem ég ósámála. Þetta bara alveg sem konungsvaldið, skilur, og þú veist, ef þú hugsar alltaf út frá þjóðríkjónum, þá auðvitað, hvernig getur þú séð það annað heldur en ásælni erlends valds. Einmitt. En ef þú prófar aðeins að hugsa burtu þjóðríkið og hugsa þetta öðruvísi, þá náttúrulega lítur þetta allt öðruvísi út. Já. En já, þetta er Þorlákur. Svo eru þetta Þorlákur sem heilagur maður. Náttúrulega bara líka mjög áhugaverð saga og hann náttúrulega, sko, hvernig virkaði það? Fólk þetta eru þessi jarteinn, hvað heitir þetta? Jarteinar, þetta er orð sem maður notar ekki mikið í nútímanum. Það er eitthvað minnað þetta. Dýrlingatrúin er ekki svo sterk á Íslandi lengur. Nei, þetta þýðir kraftaverk. Já. Og þetta er kvenkinsorð, þannig að þetta er sérst hún jarteinin. Já. Og þetta veist mér náttúrulega sérstaklega áhugavert, en það náttúrulega líka vegna, og það er ekki vegna þess að nú það presturinn sem að tala, heldur mér veist að þetta sérstaklega áhugavert í ljósi hvað kallum við það, félagssögunar. Vegna þess að þessi kraftaverk veita svo góða innsýn inn í samfélagið. Já. Af því þarna kemur fólk með sín mein og þarna færðu innsýn inn í það hvað var fátæki bóndinn þarna að glíma við. Þessi heimilislausi maður sem flakkaði bæ frá bæ eða kona, þessi unga kona sem egnaðist barn utan hjónabands. Þetta fólk, hver voru svona þeirra vandamál, hvað voru þau að koma með til biskups og þá sér maður oft að það er fyrst og fremst það er kannski það sem maður gæti svo sem ímynda sér, en einhvern síðu þú fer að staðfesta að þarna er fátæka landbúnaðarsamfélagið. Það er til dæmis kraftaverk í tengsl við landbúnaðin, lækna eitthvað dýr. Já. Og eitthvað slíkt en bara til þess að útskýra þetta, ég meina þetta eru þá kraftaverk sem að hann átti að hafa gert í lifanda lífi, er það ekki? Jú. Og svo þetta líka það að eftir hann er orðin heilagur maður, þá getur fólk sérst heitið á hann. Já. Og það er gert líka með því að gefa peningagjafir til kirkjunar. Já. Og þú heitið á mismunandi veg og það, þú getur algjörlega heitið með peningagjöfum og það getur verið til dæmis, þú ert í sjávarháska og þú ákallar Þorlák Helga og lofar að ef þú lifir af að þá borgir þú svona mikið. En það getur verið líka eins og með Þorlákshöfn að þú getur heitið að breyta nafninu. Einmitt. Hún hét Elliðahöfn. Já, einmitt. Það ekki? Já, eitthvað þannig. Pældi því að hún héti það ennþá. Já. Þannig að það getur verið svona ýmislegt eða eins og til dæmis Martin Luther sem ákallaði Maríu Mey þegar hann lenti í einhverju ofboðslegu óveðri í storm. Var mikill stormur og hann ákallaði Maríu Mey og lofaði því að hann myndi gerast munkur ef hann myndi lifa þetta af. Já. Og hann lifiði á að gerast munkur. Og hann hefur þurft að gera það kall greið. Hann þurfti að gera það kallt greið. Og hann sá svo eftir því að hann breyti siðinum. Já, hann sá að þetta var ránt. Þannig að það breyti hann siðinum og giftist nunnu vegna þess með henni mörg börn. En allavega, en með þessi kraftaverka þau, að því að kaþólska kirkjan, það getur ekkert hver sem eru dýrlingur og það er tiltölulega langt ferli og flókið ferli og það þarf að eiga sér stað ákveðin kraftaverk bæði í lifandi lífi og líka eftir dauða
viðkomandi. Þannig það til dæmis ástæðan fyrir því að Ólafur Tryggvason til dæmis, hann var aldrei dýrlingur. Noregs konungur, já. Sem til dæmis kristnaði Ísland, átti allavega stóra hluti í því. Hann til dæmis var aldrei tekinn í dýrlingatölu og það var meðalans vegna þess að það voru vantaði þetta kraftaverk í lifanda lífi. Og var svona svolítið ekki nógu skýrt heldur eftir dauðans, en það var heldur ekki pólitísku vilji kannski heldur því það er náttúrulega líka þess ekki flækir þetta vegna þess að núna erum við líka að tala pólitíska sögu miðalda því miðaldakonungur gat oft orðið stærri ógn og hættulegri andstæðingu sínum dauður en lifandi ef hann var tekinn í dýrlingatölu eins og til dæmis með Ólaf Helga Noregs konung sem eilífur konungur Noregs en þann dag í dag. Já. En heyrðu, þarna þetta var safnað saman í jarðteinabækur. Já. Og elsta jarðteinabókin hans Þorláks sko frá 1199 sem sko ári eftir hann gerður á dýrlingi. Og hérna listi yfir hérna málin. Já. Bara svona, maður getur séð þetta sko stífla í Holtsós rofnar, blind ær fær sjónina. Snögg og góð veðrabrigði fyrir kirkjuvígslu, hrakin kýr verður heil, kona veiðir sel, augnverkur og flogaveiki læknast eftir skriftir, drengur fellur í sýruker en vaknar til lífsins. Já, mitt. Og svo líka týndur skartgripur finnst á óvæntum stað. Mitt. Og öl gerjast ekki fyrir en heitið á biskup. Já, ég veit, mér það ekki þannig að þetta alls konar svona kraftaverk sem gerast í tengslu við Þorlák. Og óbúslega mikilvægt söguleg heimild þarna færa svo mikla innsýn inn í auðvitað bara daglegt líf fólks. Svangur biskupsfrændi veiðir 50 fiska. Einmitt. Týnd öxi finnst, þetta helviti gott. Já, það getur lesið þetta er hérna á netinu. Já, þetta er alltaf gengilegt og líka þarna auðvitað sagans. Já. Ekki bara saga Þorláks Helga. Þorláks saga, já. Já, Þorláks saga Helga. Já. Nei, hvað heitir hún? Já. Einmitt. Sem þetta til ykkur mismunandi gerðum en það er hún allar örugglega á netinu. En hann var alveg frægur maður auðvitað ekki bara á Íslandi. Það var heitt á hann líka erlendis í Noregi auðvitað. Já. Og allt þessu til Miklagarðs. Og það barst heit fé. Það var sagt að hafa borist einmitt frá Bretlandseyjum líka. Já. Og segir hérna Helgi Þorláks í bókinni sinni Þorláks altari var við Krosskirkjuna í Björgvin í Noregi árið 1330. Bein flís úr Þorláki Helga mun vera varðveitt sem helgur dómur í kórvegg Magnúsarkirkjunnar í Kirkjubæ í Færeyjum. Og síðan þetta er stytta af Þorláki, hann er einn af hérna köllunum utan á Niðarósdómkirkjunni. Já. Hann er þar líka. Já, ég veist það ekki. Og hérna, þannig að hann átti sér alveg smá köld líka ellendis. Frægur kallinn. Já. En hann hefur ekki, að því við tölum svona þessa ímyndans, áhugavert að þú nefnir Ólaf Helga einn á hann, sem er náttúrulega þjóðadýrlingur Normanna. Mjög ólíkur sess sem þessi tveir stillingar hafa fengið í sögu þessara tveggja nágrannaríkja og við sjáum það auðvitað í því að Ólafur náttúrulega er mjög í hávegum hafður ennþá í Noregi. Já, algjörlega. Og þar auðvitað hafa menn með myndarhætti auðvitað varveitt til dæmis dómkirkjuna í Þrándheimi og haldið upp Ólafsvöku og hvað þetta heitir allt saman. Já. Skjaldarmerkið til norsku þjóðkirkjunar, það er Exenans. Já. Og skjaldarmerki og Exenans er náttúrulega líka í norska skjaldarmerkinu. Já, og normenn náttúrulega, og það tengist auðvitað líka kannski, þú veist, þegar norska ríki var að vera til í þjóðurnishyggjunni þar virtust menn hafa sameinast um að halda upp á Ólaf og gera upp kirkjuna og svona, þrátt fyrir að það hefur verið tengt við kaþólska fortíð. Já. Á meðan það var ekki alveg þennan á Íslandi og að nefni það einmitt Helgi hérna að líka og í tengslu við Skálholt auðvitað, eins og þú sagði líka áðan, alltaf gamla timburkirkjan sem var á Skálholti, þessi gríðarlega stóra, maður getur séð módel af henni til dæmis á þjóðminjasafni. Já. Það væri mjög metnaðarfullt að endurreisa hana, Það var ekki eggjað. Það væri flott. Já. Ég myndi
gefa heitfé til þess. Já það flott heitfé til þess, já, maður myndi taka átt í því líka. Einmitt. En það kannski líka munurinn að þegar maður bera það saman þess að tvo dýrlinga varstu líka náttúrulega með erkibiskupsdæmið þetta í Niðarósi og erkibiskupir síðan náttúrulega bara beint undir páfa, þannig að það náttúrulega stór hlutaði líka náttúrulega hvernig norska ríki þróaðist og hélt svona sérstöðu sinni og þannig sé, og þó ekki alltaf sjálfstæði en þó sem svona sér eining á meðan að í sjálfstæðisbaráttunum gæst alltaf hort á það það er svolítið lélegt að þessi íslensku biskupar til að sigla til Noregs til að segja ykkur á löggildingu. Þetta passar ekki alveg, okkur er löggildingin ekki innlend. En þetta er náttúrulega svo að tala auðvitað, sín og hvernig maður vill túlka hlutina og meðan að auðvitað get ég náttúrulega veit ekkert hvað Þorlákur Helgi hugsaði en engu að síðu get ég ekki ímynda mér að hann hafi verið að hugsa eitthvað stíkt og lítið á það sem eitthvað neikvæðan hlut að hann hafi sótt biskupsvígslu sína til Niðarós. Heldur þvert á móti var hann að öllu líkindum bara upptekinn af þessari postulegu vígslu og tengingunni þar sem auðvitað eins og í kaþólsku síð, já og hjá okkur auðvitað líka í lúterskum kirkjum og þú ert með þessa keðju frá til dæmis er þá óbrotin keðja frá til þess mér sem vígðum presti og allt aftur til Péturs postula og þá Jesú. Þar sem það einmitt og mikilvægt auðvitað líka og sérstaklega þarna var náttúrulega mikilvægara að gera sér svolítið grein fyrir því hver keðjan væri það er náttúrulega engin sem þekkir hann nákvæmlega en þó til dæmis með Þorláka það var náttúrulega lág fyrir auðvitað hver ár aftur í tíman hver hefði verið biskup og hver hefði vígt hvern og skilur þetta er þeim ástæðan fyrir því ég hlutaði af hverju við erum með vígslubiskupa í dag á Íslandi í Hólum og Skálholti þá náttúrulega líka til þess að víja nýja biskup þannig að vera ekki biskupslaust í landinu og að þarna keðja þeim brotni biskupslaust í landinu gengur ekki sko það gengur ekki, nei. En já, þetta er áhugavert. Þorlákur Helgi, hann er áhugaverð sögufígúra og þetta kannski áhugaverðari fyrir það sem að gerðist eftir hann dó heldur en kannski nákvæmlega það sem hann gerði í lifandalífi og það er einmitt hægt að fara á Skálholt og skoða þessa staði sem að tengjast Þorláki og eða fara á Skálholtshátíð 20. júlí á Þorláksmessu að sumri en núna er það Þorláksmessa vetri og það er stóri dagurinn á morgun þegar þessi þáttur fer í loftið það er komin jól og við erum búin að vera hér í hlaðarpinu söguskoðun búin að vera svolítið svona kristin slagsíða hérna hjá okkur í hvernig stendur á því? hérna í vetur allavega búin að vera svolítið ég er búin að læra mikið um kaþólskuna í vetur og við ætlum að sjálfsögða að taka okkur gott jólafrí og svo komum við hér aftur á nýja árinu en þú ætlar að taka þér rólega bara jólin, Óla minn, ekki? Jú, ég ætla að taka þér rólega jólin ég bara nota þess ætlar að messa eitthvað? Nei, það er bara ég hef engan að messa yfir það er, þannig í hernum, það er allir farnir þannig að það er eiginlega engin á herstuðinni þannig að ef ykkur ætla að ráðast inn í konungsríki Noreg þá erum við að gera það jólin ekki segja þetta ef rússarnir skildu vera að hlusta já, nákvæmlega nei, það er söfnuður minni bara allt land þannig að nei, það er ekkert messað að mér Ertu ekki að fara að vera alltaf þreyttur að vera messa alltaf yfir þessum hermönum það er ekki að fara að messa yfir einhverjum alvöru söfniði alvöru söfniði þeir segja ekki talað um það ég meina þetta nú þekki þetta ekki svo vel en er ekki talað um að það séu þessar eins og jólamessur sem eru skemmtilegustu messurnar sem flesti sækja og svona Jú, það er náttúrulega áhugavert fyrirbrigði hvað jólamessurnar eru stórar því það er eitthvað sem svolítið svona gerist að ákveðinu tilvíðun líka en það er önnur saga en ég aftur á móti, ég var með mína jólamessu 9. desember þannig að það er þannig sem við gerum þetta í hernum maður er bara svo snemma í því mér finnst þess að ég hef lesið um það jólamessan hjá Davíð Þór þarna í
hvað Langholtskirkju eða hvað það sé orðið bara einhver uppseldur event bara sem að fyllist út á dyrum bara mitt þetta kom kirkjunum svolítið svona óvörum hér á það, í Bretlandi og svona, þessi dagar hafa voru svona stór því það ekki þannig að kirkjan hafa unni markvist að því að ætla að gera jólin að svona stórum hátíðisdag því að páskarnir eru langstærsti hátíðisdag af kirkjunar og í Noregi það bara svo fyndið að þá aftur á móti eru kirkjurnar tómar í bæjunum því allir norðmenn eru einhvers staðar upp á fjalli og í sumumbústöðunum en það var reyndar alltaf fullt af fólki þá í messum þar og með útimessu til dæmis við þetta náttúrulega nútímamenn og Íslendingar og við á norður hjara þetta við náttúrulega páskana þá auðvitað viljum við fara í bústað og borða nammi og svona en á jólunum þá kalt og dimmt maður og þá vil maður þú veist og maður heyrir þetta alltaf fólk alltaf að segja þetta skilur bara þetta þú veist, í nóvember skilur svo umöluðu tími skilur svo dimmt skilur og hlakkar svo til jólana skilur því þá lýsist það þessu upp aftur og þeirra jólalög sem koma á svona sko algjörlega það er skiljanlegt mitt nei, það er bara mjög róleg jólun hjá mér það er gott þetta bara að lesa það aldrei mitt þá held ég að við segjum þetta gott hér í dag af jólaþættinum í hlaðvarpinu Söguskoðun árið 2025 við snúum aftur fjallhressir hér á nýja árinu það þá myndi þá vera Hólósun árið 12.026 eða ekki? Strax fara að hlaka til ég þarf að fara að fá mér svona Hólósun dagatal hérna sem sittur på veggir hjá mér það gera það þannig að við óskum hlustendum öllum gleðilegar hátíðar og þökkum fyrir samstarfið á árinu sem að líða og sjáumst aftur fjallhress á nýja árinu með eitthvað meira gott efni hér úr smiðju hlaðvarpsins Söguskoðun og þá þökkum við fyrir okkur hér í dag og segjum verið sæl